besøge okkur í kvöld. Við erum byrjaðar að stríma, sko. Það heyrist þetta ekkert. Ég var að pæla í núna. Jú, það heyrist í okkur. Kjallar, ekki að byrja. Dóri er hvernig sjálflegur þetta. Jú, þetta er mækinn hans. Nei. Við erum líka sæfari. Heldur hún lifir? En okkur sjálfur sýtum hann ekki bara samband. Ég held hún lifir. Er spurningar þið bara hjálpið mér það? Já, þetta eru bara geðveikar hugmyndir, nei. Ekki taka rauðar festir nú saman. Jú, hafa þetta upp á okkur líka. Já, það hugsa double trouble. Ég segi kassan og hallinni fram. Þetta er betra. Gunni, hafa upp. Nei, skrýmsli hérna. Yes! Kom. Oftast ég segi þetta. Finna það verður. Þetta er líka bara komist dæmi. Þetta er bara maður sem fættur 87 að suðum Pepsi Max. Og ekki nóg með það, tveir starfsmenn í veikisleik. Pepsi. Halló. Frábært. En þú setur bara hallaði fram. Miðjuna. Sko ég er hægt að slökka skjánum með það. Já. Þetta er að trubla kallinn. Ég skal bara segja það right now. Segja ykkur. Laus. Já, það er þessi á borðið. Heldur þetta er ekki Myndasbref. Myndasbref hérna. Það er geimsleif. Það er geimsleif. Ég veit að við erum byrjaði í útsendingu. Og ég er að segja það á YouTube. Það er líka Það er að þarf að kvötta það er nokkri vinnir sem hlustar og þetta má ekki gera grín af. Já, ég tók nú sambandi. Settu það aftur í samband. Ég heyri bara ekki neitt. Ferð. Ég var sleppa fjölnir. Það er strím. Það er stótt og hafið sömu peysu. Er þetta svona ha-ha-fyndið eða he-he-fyndið? Ég myndi segja þetta sé ha í kappslokk. Og emojis. Með svona XD-emoji? Já. Þetta er ekki sembendi. Þetta er ekki sembendi. Kæla tótum sembendi. Snúrun er út allt. Já, það er til að við erum í einhverju rugli. Rugli? Við erum ákveð að taka upp
án þess að vera búin að pröfu. Ég veit ekki hvort ég sé að taka upp. Stendur þetta hérna. Eru ekki bara að gera hér næst? Þetta er leið. Herri. Private. Já, nefnir private. Þessi tveir subscriber sem er hjá YouTube. Þeir fá tilkynningu live. Ég veit ekki hvað það er. Þú og ég og Mikkel. Ekki þýðir þetta. Herru. Ég byrja að taka upp hinum með líka, sko. Fyrir þér. Hann byrjar að taka upp. Sælir við erum mættir hérna á 12. desember, föstudagur, aðeins vanlega, við verðum bara afsaka það, en ég veit ekki okkur, við erum svo yndislegir. Er það ekki gaman? Jú. Við erum ótrúlega Indalir, við erum hjartahlýir, hjartaknúsarar. Hjartaknúsarar. Já. Góð lýsingur okkur. Já, ég sé bara frábær lýsingur yfir okkur þrjá manneskjur. Já. Við erum að prófa nýja dag, Gunni, tækni, tröðoklið okkar. Hann er að setja út að live. Við erum live, við erum samt ekki live. Við erum private. Já, við erum að pröfa fyrir jólaþáttina sem er næst. Já. Þeir sem eru subscriber okkar á YouTube, þeir geta séð okkur nú. Þeir gætu verið að horfa live í vinna. Herðu. Hérna, endilega subscribe bara á YouTube og Instagram. Við höfum aldrei sagt það. Við höfum aldrei að byggja með að follow okkur. Nei, við erum að vestu svona social media bara í nefnum er búin að standa sig núna rosa. Hann er búin að vera ChatGPT að síða yfir sig. Er það gervigreinda? Já. Ertu ekki búin að sjá það teiknina? Jú. Þetta var eitthvað. Nei, ég var að segja Gunni biður gerfugrindum að can you make the dark and fat? Þegar við byrjaðum að slim, svo allt innu það gett á myndin. Svona byrjaði tút. Já, og ég bara svo hérna gæði einn. Það var bara hvítaversin á hann. Já. Hann var grjótarður. Já, mjög. Með kampinn, gullkeðina. Þú veist, ég á eftir að enda í stæðstu myndir sem bara sem offenni. Hjólastaf. Vistu hvað ég sendi sérst mynd okkur sem við tókum á forrátt sem við vorum allir saman á. Og svo segja alltaf bara, viltu setja okkur í svona staðsetning. Þetta er sama mynd. Ertu með okkur? Ham. Herðu, skert fyrir kjallar. On the golf course. Can you put one on the golf course? Já. Ég sá það svolítið tölunni á að þú varst að pröfa þetta. Ég var eitthvað að leika mig bara. Já, en þú varst ekki að setja okkur hvað leika. Nei, ég var að gera annað sem ég get styrtir off the air. Já. Og við erum líka að býða eftir Halldór er að fara á miðlana sem kemur núna bara. Þetta nú við. Varstu útskýra? Er það frá miðlana? Hvað er að gera miðlana? Þú ætlar, þú ert búin að útskýra fyrir mig næsta TikTok sem það. Já, TikTok. Þú varst að útskýra það. Já, ég ætlar að vinna því. Eða ekki? Hendi tattoo. Tattoo. Skilja sér dómsettin. Akkurat. Já, mjög skemmtilegt. Þetta held ég einu svona. Eitt tattoo. Tattoo. Já, hörðu, svo hérna getur við að næstu. Ég er að fara ellendis. Er þetta margróma London? Þetta er margróma London. Já. Og ertu ákveðin að gera í London? Nei, ekki neitt. Ég er bara mjög ánægð með það. Já, ok. Varstu mikið að plana þetta og bilaði bara. Varstu bara vingenda. Ég væri til að fara svo Harry Potter sem svo vorum að ræða. Já. The Cursed Child. Svo eru flykt af öðru drasleina. Við vorum að ræða það ekki. Við misti áhuga af Jimmy Carr. Umstæðu að það er komið til Íslands. Það var svona. Já, takkan. Ef við köpum með það. Bara þrjus. Ég veit ekki. Gunni er pressa. Ekki aðpressa. Nei, við erum í útvarfi. Ekki í sjónvarfi. Og Gunni segir eitthvað að brasa. Ég veit ekki. Jú, við getum alveg skoða. Fara inn á
Fara Jimmy Carr. Gunni, hvað Ég held að það verður skemmtilegt. Smá hópefli. Langt sem við tekið hópefli. Já. Ég er nefnilega smá að tröfla mig með sendingunum í YouTube núna. Já. Það sjáu það hljóðið sem er neðan. Það kemur inn svona á réttum tíma. Hljóðið fyrir ofan kemur eftir á. Eru bæði hljóðin er að nota... Sko, þú getur spurt mig að öllu svo veist, ég mun aldrei svoleiðis. Með þessu. Þarna bara er þekking 0%. En viltu kunna snúa mig meira svona? Þetta er komið í lag núna. Ok. Ég var semst með... 2 rásir. Já, með hljóði í tölvunni líka, þannig að fólki sem var að hlusta á okkur var að hlusta á okkur í einhverju... Við kallum það double whammy. Já, í einhverju ekkodrasli. Það var að tröfla mig mjög mikið. En já, við þurfum eiginlega einhvern veginn að halla okkur einhvern veginn svona. Og alltaf bara, hei Kjallar, hvað segir þú það? Nei, við getum alveg hort okkur annan, en það er kannski alltaf lítið myndal. Fólk náttúrulega talar um það að geta týnst í augunum að þér. Já, ég er með mjög fallegu. Já. Mjög fallegan augsvip. Ég myndi örugglega treysta mér til þess að fara í einhverja keppni fallegu. Það er hannig. Já, þú myndir treysta þér það. Og það er svo gott að hlustendur geti fengið að njóta þeirra núna, sko. Já. Getum við eitthvað svona að highlighta þau? Viltu ekki bara fara nálægt myndavélinn og sýna þig? Ok, þú ert valla inn í rammanum þegar ég er að sjá þig núna. Ég er meiri í rammanum. Þú ert hálfur úti. Já, en ég er enginn hálf viti samt. Nei, það er það ekki. Svo er líka gaman að, sko, þetta stúdíó er náttúrulega frábært. Og við erum hérna með pulsuvagn til þess að sjá Já, það er borðuð okkar. Já, borðuð okkar. Það er ekki allir sem geta stært sér því að við erum með pulsuvagn sem borð. Náðum við því í geimslana? Já. Var í geimslana? Ok, þetta er að þér. Hérna, við erum að velta fyrir okkur. Já, við vorum að ræða Londonferðina. Já. Og hvað langar ykkur í að gera? Sko, ef ég verð þú myndi ég náttúrulega fara á jólamarkað. Jólamarkað, já, það verður gert, sko. Það gerist bara. Já. Það er líka geðveikt að fara það núna, sko, því að það er þarna the anti-terror police. Já, er ekki eitthvað sturlaður. Já. Það er huggulegt á jólamarkaði. Það fá þér heitt kakó með frúnni og sinni bara, þú veist, sérsveitin í London bara. Já, góðan daginn. Ég er Íslendingur, sko, ég er ekki frá. Þú fer heim á laugardaginn, ekki? Ég kem heim á sunnudaginn, sant. Er ekki, önnur og þriðjadeildin að spila í miðri viku? Önnur og þriðjadeildin? Championship og League One. Já, ég var búin að tjekka því, það var ekki neiginleiki í London. Nei, ok. Þannig að ég rétt missi samt af, sem mjög leiðilegt, Tottenham Liverpool. Hann er hann á laugardaginn í London. Já, vá, líka Tottenham völlurinn. Já. Það verður gaman að prófa hann. Nýju völlurinn. Það verður geðveikt, sko. Þú varst að tala um þessu jólamarkaði, þá sá ég eitthvað reel og ég er bara skrollaði og hefur þú séð þetta fylltist eitthvað jólamarkaði í Þýskalandi, er það bullshit? Hvað sagðirðu? Það fylltist eitthvað, ég sá eitthvað reel eitthvað jólamarkaði í Þýskalandi, það er svona fullt af sýrlendingum að fagna eitthvað. Það er ekki bullshit. Er það ekki bullshit? En samt var eitthvað heimildin að byrta Stefán Máni byrtir falsfréttir, er þetta bara real? Þetta er að gerast og þetta var líka í Genk. Það var þarna frjálsjóðs Palestína. Þú veist, það var svona þeirra vekja aðtekla á þessum málstað með að eyðileggja jólamarkaðina. Frábært. Skemmtilegt. Skemmtileg hugmyndir. Já. Svo góðir að fá fólk í lið með sér. Já, þetta fer örugglega vel í líka þegar sko það er margir að Evrópum svona á grensunni núna. Já. Og líka sko, það hefur ekki síðlega þessar fréttir Trump sem er alveg bara Evrópur ekki treystandi lengur. Já. Vestræn siðmenning er farin. Hann er náttúrulega að reyna að fá sinn mann hann inn. Þennan pólska. Já. Hann er að reyna að fá hann inn í... Ég var með að lesa frétt núna og það stendur hérna efsta fréttir Devaf. Devaf. Yeah. Er að Trump er að reyna að fá 4 þjóðir út úr Evrópusambandinu. Já. Hvaða þjóðir eru það? Pólland, Ítalía, Ungverjaland og Austurríki. Já, þetta væri risastórt og það erðu massa brottflutningar þaðan, sko. Já. Beti, er eina ástæðan fyrir að þeir geta ekki flutt út út af þeirra Evrópusambandinu? Já. Þess vegna er Pólland og Ungverjaland að borga 1 milljón evrur í sekt á dag. Það er grjótart. Það er heldur mikið í ríkisreksturinn. 365 milljón evrur á ári. Af hverju fara ekki bara úr Evrópusambandinu? Er þetta svo næs að vera það? Það er erfitt. Nó. Þetta eru ykkur samningar. En Bretland gerir þetta bara svona. Þeir gerir þetta ekki bara svona, sko, þeir eru líka ennþá innan þessa EES-samninga, sko.
Já, mér finnst það að þeir eru kósi, sko. S-samningar. Finnst þér það? Nei, jú, ég veit ekki almennilega það. Ég er nefnilega með fréttir núna sem ég ætla bara að fara inn í. Er þið með eitthvað skemmtilegt sem þið viljið ræða þetta? Nei. Erum við að fara í frétti bara? Nei, ég var enda með eina spurningu því ég var í Bónus og kaupið þessa Monstera. Já. Og, veist, þessi sjálfakastu kassar er náttúrulega búin að taka yfir. En ef þið eru til þess með 3 Monstera og það er laust á kassanum sem er svona gæja Nei, ég fer ekki. Ferðu ekki? Nei. Af hverju ekki? Ég veit ekki. Það er bara, að fara á kassan er bara komið úr mér. Ég fer ekki á kassan. Þóttu sett með tróðfulla kerfið? Aldrei. Ég fer aldrei á hann. Ég hef ekki farið á kassan bara held ég síðan að fyrsti sjálfsagvistu kassi komið upp. En veist, ef það er engin röð, þá fer ég alltaf á það. Eða það? Já, líka. Veist, það er svo miklu þægilega og bara, veist, ég hann skann inn og þú getur bara sett ofan í. Það var alltaf geðveikt hann þegar sjálfsagvistu var nýkomin og það verið bara eitthvað laukur. Nautalund. Laukur. 1,3 kíló af lauk. En eins og hef ég notað af og til hann að skannað skundað eða gripið og greitt eða eitthvað. Mér finnst ég vera lengur á því en að hendur sér bara öll í korun og hlaupa sjálfsagt. Það er algjör snill. Hvað er það? Það ertu með skanna og er bara með póka opinn í kerrunni og bara tekur það, skannar hérna svo bara ferðu og hérna skannar hérna eitthvað kúa og greiðir og ferðu út. Já. Það er ógeðslega sniðugt. En, já, þetta var bara pæling. Það gengur ömulega samt, ég er alltaf með strákið minn í búðinni, sko. Það var þetta bara 10 örknaðir, sko. Miklu lengur. Það er náttúrulega séð það alltaf bara eyða, þú veist, þegar hann tekur á það byssuna og hleypa burt og fyrir að skanna velta kindar ekki. Jésús. Ekki skemmtilegt. Já, ég meni, þú getur líka bara ekki látið hann fá þetta. Nei, ég veit það. Það er svona næstan það, sko. Já. Herðu, ég ætla að fenda mér í fréttir og ég er með nóg af, ég er með svona skemmtilegri fréttir núna. Ég er oft, veist, annars stundum er ég með pólitíska fréttir, sem við vorum aðeins að fara inn í. Það er þetta nóg af þeim líka nóg af þeim. Í bóði. Já, við erum að fara í það í dag. Nei, við erum ekki að fara í það í dag. Við erum með svona, sem ég kalla Gunnarvalsfréttir. Ertu hvað, það er svo mikið að þér, sko. Fréttina sem Gunni kleikar á. Já, þetta eru klikkbæði fréttinar. Þetta er fræðafólkið. Já, mikið af fræðafólki hérna. Okay. Byrjum samt á einhverju sko þið veitir hvað Labubu brúðunar eru? Guð minn almáttur, já, ég veit hvað það er. Já. Það eru veistu hvað það er? Heima á mér. Nei. Þetta er svona æði, eitthvað dúkuæði. Þetta er bæði við Major Creepy. Já, og síðan kostar þetta líka bara hálft nýra, sko. Labubu. Já. Þetta er, googla þetta fyrir hann hérna. Það er eitthvað svona djöfladúkur. Já, og svo er þetta líka Major Expensive. Og þetta er svona safnað, veist, það er mikið af svona það er mikið af eitthvað svona hvað segir ég svona Þetta er lyklakífur. Já, þetta er svona eitthvað safnaðvara. Já. Og myndum ekki segja það, safnaðvara. Jú, og ef þú fær sko brúna þá getur þú selt hann fyrir fjöldapenning. Já, og það eru ógeðslega margir áhrifavaldar að safna þessu. Þetta er svona mystery box. Já, það er alveg gaman. Það er alveg skemmtilegt, en ég meina það kostar 12,9 sko. Hæ? Bánsinn? Já. Ok. Hérna, en vöruhönnuðinir Bríði Sigtýrsdóttir og Erla Lind Guðmundsdóttir eru heldur betur búin að finna nýja leið til að gera þetta. Er þetta íslenskt? Nei, það er voru að finna nýja leið til að gera þetta ennþá meira creepy. Já. Með því að gera þetta úr íslensku lambi þetta er úr gæru, soðnu, kindarhotni og fiskauga. Það sýnir ykkur myndina. Er þetta ekki meira creepy það? Ég var aðeins í bleikið hana í miðunni. Já, ég held að. Þetta er, veist, ég er bara að horfa á þetta og ég er bara Hvað myndi þessi að kosta? 100 áskall eða? Ég veit ekki, já. En þetta er náttúrulega, þau eru bara eitthvað svona að leika sér en mér finnst þetta bara viðbjöður. Hérna eru augun og fiskunum. Eru búin að horfa á South Park þátturinn? Nei, ég er bara ekki búin að sjá henni þessu South Park þáttum eftir að við fórum á Paramount. Þeir eru djöfulli góður. Já, ég þarf að ná þeim. Herðu, hérna, önnur frétt íslenskan karlmann. Það var einhver meistari frá Selfossi á 60-aldri sem hérna hefur stemt eiginkonu sinni fyrir ógildar hjúskapa skráningar. Ég var búin að senda ykkur þessa frétt. Já. Hann telur konu sína einungis hafa gift sér til nýta góðvild og fá dvalarleyfi hérna. Hún var hvað gömul sem er á 30-aldir já, og hann hélt þetta væri ekki alvöru hjónaband
Varstu ekki búin að lesa þetta, Kjell? Jú, ég las þetta. Ég er búin að senda það til þess að Ég las þetta. krefja þetta, sko. Því ég nenni aldrei að lesa þessu fréttir, þú nennir að lesa það, sko. Þau giftu sig einhverstaðar erlendis, ekki? Já, giftu sig í Kenía, Já. hann tekur það með sér heim. Svo hún byrjað að vinna sem ég held sem vændiskona. Já, hann alltaf vill meina það og hún sé byrjað að vinna sem vændiskona, já. En hún var það nú örugglega líka að nút í Kenía, sko. Já. Þannig að maður spyr sér svona hvernig það hafi kynst. Þú veist. Já, hvort hann hafa bara fundið hann í einhverju... Já, maður svona... Á hotni. Ég ætla að velja þig. Já, ég held svolítið að... Þú veist, mér er svolítið skrítið líka, hann sé ekki bara cutting his losses, sko. Hann sé bara að gera dómsmál úr þessu. Ég meina, við hverju bjóst gæinn? Hvað er það búin að vera gift lengi? Mjög stutt. Já. Það stendur í fréttina innan við mánuð eftir að hún kom til Íslands og fekk hann að dvalarleyfi. Þá var hann komið nýja mann. Sniðug. Íslenskan eða? Já. Þú veist, það fylgdi ekki fréttinni en þú veist bara hún komið mann hérna á Íslandi og bjó með honum í Reykjavík og hann býr á Selfossi eða eitthvað. En hún nota samt sko bílinn hans og debitkortið hans. Já, hann náttúrulega getur lokað fyrir þetta allt, sko. Já, ég er svona ánlega, ég vona að þessi maður sé ekkert að hlusta á þetta. Ég held að hann sé ekkert skarpast nýfurinn í skúfunni, sko. Nei, þú veist, þegar þú ferði í eitthvað gettó í fárulega fátæku landi og það er bara einhver 30 árum yngri kona að henda sér á þig, sko. Já. Þú veist, það er alveg... Ég vildi að vera líka mynda sem manni. Þetta er ekki George Clooney bara. Passa það nú. Þú veist, þetta er ekki sönn ást, sko. Þetta er svona tækifærisgjöf. Já, það stendur hérna háttsemi konuna gagnvart manninn hafði hratt versna oft dalið í Reykjavík. Útskýringar hennar þegar hvað var að gera stemdu illa við og það gekk ekkert að ná inn í síma. Þannig að hann var bara, þetta er sorglegt. Já. En hefði smáli geta sagt sér þetta, sko? Mistökin eru hans. Við ætlum að hendi svo hann. Nei. Ekki. En þú veist, er þessi gælla þá? Henni lítið að vera að vísa á landi. Ef hún fær hérna, eða skilja. Já, hún alltaf fær sko vísa á sérst hérna heitir spousal vísa eða eitthvað. Það er að fara að vera búið, sko. Aha. Ég meina, hann er ekki bara að vera giftur inni, sko. Nei, hann lítur að vera eitthvað aðeins byrjar að vinna í þessum málum. Hann byrjar að búa með öðrum manni, sko. Já, hann þú veist, hann fór náttúrulega, þetta er komið í málaferli, sko. Hann fór ekki fyrst í fjölmiðla og svo í málaferli, sko. Já. Hann er náttúrulega örugglega brjálað samt að því að fréttamenn er alltaf að lesa, sko, það sem er að gerast í dómsölum, sko. Það er náttúrulega allt opinber gögn. Og hann hefur verið bara, please, missa þessu. Við þurfum að banka upp okkur á þessu meistari á Selfossi og spjóra honum. Já. Hvað er konaðinn? Hvað er hún núna? Reykjavík. Það vinna. Herðu, stóra fréttir í vikunni. Ísland ætlar ekki að taka þátt í Eurovision. Nei. Þetta er svakalegt. Ég held að stríðið í Ísrael muni bara hætta núna. Það lítur eiginlega að gerast. Það bara... Veistu hvað var að fyrsta sem ég tjekkaði á hana þegar þetta kom? Ég held bara, býtu, ætli Ísrael sé á einhverju stórmóti núna sem við erum að fara á. Góða punktur, því ég var að hugsa þetta líka. Þetta er fordæmi. Já. Ætli það bara hætti fótbolta og hætti handbolta og hætti körfubolta. Hvað er ekki Ísland-Palestína, heitir það ekki það? Jú, annað samtökin af það. Þeir náttúrulega settu eitthvað fyrir körfunu og handboltan að þau ætti ekki að taka þátt. Ég myndi þannig að Ísrael var að keppa hérna og þegar Ísland keppti mútið Ísrael í körfuboltan. Já. Í handbolta var þetta lokað þegar það var... Já, og gekk svona ljómandi vel. Já. Að hleypa þeim bara hurðina hana beint fyrir utan. Já, það sem allir piði bara fyrir utan hana. Já, í staðin fyrir að hafa, þú veist, bara, sorry fyrir lilla íslensku, svona perimeter. Já. Þú veist, 20 metrar frá húsinu, sko. Hann er allavega sigurverðin í seinustu keppni, hann Nemo, hann heiti það. Já. Hann er búinn að skila bikarnum. Já. En hann tók samt þátt þegar hann tók honum. Já, algjörlega. Ísrael var alveg mikið að keppa í þessari keppni þá, sko, og lenti í öðru seti. Já, hún var drullu saman, sko. Já, alveg fagnaði hann. Nei, núna, sko, þetta er ekki bjóð þetta, hann þarf að skila bikarnum. Hann er aðteksugur. Já, þú veist, þetta er... Þurfti hann líka ekki bara að skila bikarnum út af þegar það er koma nýr sigurvegari, eða? Ég held að þetta sé ekki farandsbikari.
Ég held að fá bara eigan, sko. Já, þetta er ekki fannarspekar. En, ég veit ekki, mér finnst þetta, sko, nummer 1, Eurovision á að vera ópólitísk keppni. Hún það ekki. Til að fagna friði. Alls ekki. Já, það er konseptið. Það er Eurovision konseptið. Já. Þannig að ættum við ekki að vera bara eitthvað, þú veist, ég meina líka þessir söngvarar í Ísrael. Ég veit það er herskilda í Ísrael og eitthvað. Er þetta ekki bara eitthvað venlulegt fólk sem vinnur venjulega vinnu og hún er bara eitthvað söngvari og allar syngi Eurovision? Mér finnst bara svo fyndið, þetta er mikið doppelstandards. Af hverju má Ísrael taka þátt en ekki Rússland? Já, það er náttúrulega líka fáránlegt. Já. Ef út í það er farið, sko. En náttúrulega Rússar fá náttúrulega bara mjög ömurlega meðferð á... En með hver er munurinn? Ísrael ræðist inn í Gaza-svæði sem er palestínskt svæði. Já, veist, það er náttúrulega ekki allir sem að viðurkenna það, sko. Já, þeir eru reyndar með þjóðamorðar. Þeir eru búin að vera að svelta fólk og eitthvað svona. Já, hræðilegt. Já, ég er að segja hræðilegt. Ég meina, en þeir með samt alveg keppa á HM. Já, veist, þetta er... En að samanskapi, sko, þá var líka mannréttindadómstóllinn í Haag. Hann var að dæma árásina 7. október sem mannréttindabrót. Já, Palestínu líka. Já, Palestínu líka. Já, ég er ekki að segja að þeir séu ykkur englar, sko. Nei, þú veist þannig að þetta... Þetta Hamas-dæmi þannig, sko. Þetta er bara veist. Þetta skýtur svolítið skökku við og sér en maður alltaf einhvern veginn, ég meina hvernig væru við ef að við hliðinu okkur væri eyja og þar væru hreiðjuverka eyja. Það er Austfirðir að pæla að kljúa sig út úr Íslandi og gera Austurríki. Ég las þetta, sko. Hvar lastu þetta? Einhverju frétta á Vísi. Þetta er alltaf bullshit. Þetta hlýtur að vera einhverju, þetta er einhverju fake news, hlýtur að vera. Kljúfa sig frá Íslandi, Austurland. Og hvað ætlar að kalla sig Austria? Hvað? Ætla að berja borðið. Austurríki er ansi oft búin að heyrast í mínum eyrum, sagði oddviti flokka í sveitarstjórn Múlaþings. Er þetta því þú fengið ekki göngin á það? Já. Fjarðargöngin. Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað öskur, sko. Já, þetta er aldrei að vera að gerast. En mér er samt, sko, ég veit ekki, núna loksin sem að byrja að hafa áhuga á Eurovision, sko, í gegnum börnin. Já. Vorum hætt. Já. En við allavega spörum hellinga byrningum á þessu. Er ekki... Það var örgulega fundið að finna lesni til að... Já, það var búið til einhver svona undakeppni sem verður ógeðslega löng og ógeðslega dýr. Og ógeðslega leðileg. Já. Alveg 100%. Bara íslenski Euro-sigurvegarinn verður búið til eða eitthvað svona. Já. Það verður gerð eitthvað sturluð hátíð hérna. Já. Og Páll Óskar alveg mættur og... Ég var að horfa á myndbata Páll Óskar að segja eitthvað, gerum okkar eigin, eitthvað, bla bla bla. Já, það er náttúrulega bara eigin hagsmunum sem í því, sko. Herðum. Ég veit ekki, mér finnst það ömurlegt. Hérna er frétt. Íslendingar voru graðari í ár heldur enn í fyrra. Já. Skemmtilegt. Já, ef markam okkur neyslu landsmannum vössum þegar allræmdu OnlyFans. Ég held að bara að fara að segja mér að það er fleiri buttfæst fyrst. Nei. Þetta er bara hversu mikið það jerk off. Já. Herðu, Íslendingar eittu tæpulega 253 milljónir á árinu. 253 milljónir? Já, bara OnlyFans. Í klám? Já, bara OnlyFans, sko. Shit. Gunni. Þetta er rosalegt. Ég held að vera að fara að vera að leiða um þetta. Nei. Þessi peningar eru bara Björgúls Tórs peningar. Þú þurfum bara að tjekka honum. 250 milljónir? Þetta er svakalegt. Veit fólk ekki af Pornhub eða? Það er frýtt, sko. Það er bara frýtt, sko. Þú getur farið hann inn og þú veist, ég trúi ekki. Ekki fara að segja hvað þú ert að fara að gera hann inni, skilur. Þú veist, ég trúi ekki að það sé bara einhver gæi að núti. Bara alveg fáránlega græðu gæi og hann er bara búið með Pornhub. Þú veist, hann er bara búið með öllu vídeói. Já, það er bara, ég verða að hafa okkur nýttina. Já, bara fyrir OnlyFans. Ég bara trúi því ekki. Þetta er crazy. Ég er líka að velta fyrir mig að þetta er náttúrulega, veist, jú, þetta lítur að vera stærsta keypta klánsíðan. En það er aðrar hana. Hversu mikið eru íslenskir, þetta er ekki aðlega kallmenn, ég myndi halda það væri svona, hvað myndi það, 85% kallmenn sem er eða þessu penning. Eða meira, eða minna. Ég myndi segja það sé 90. Já, startar. Já. Ég bara velta fyrir mig, veist, er þetta bara svona ógeðslega algengt? Því ég skal bara alveg hreinskilin, ég hef ekki keypt með henni, sko. Veist bara, nei. Veist, ég bara ég hef bara aldrei borgað fyrir klám, þetta er frítt, sko. Já, ég meina, veist,
á fyrir það, þá kann maður bara downloada þessu gegnum á besta, eða hvað sem þetta, dildu.net. Frýtt. Ég hef aldrei fyrst að kaupa. No money. En, já, þetta er svona mikið peningur. Þetta hlýtur að vera klámfíkn. Bara, og hún hlýtur að virka bara eins og spilafíkn. Það skilja hvað ég meina. Ég meina, hvað eru margir kallmenn á Íslandi? Sem eru orðnir fjárráða þegar þú getur ekkert verið að henda bara babbi maður fá kreditkortið þetta Akkur? Það Ég hef að gefa hvernig það séu 100.000 menn. Já, sem eru, já. 150.000. Og milli 18 og... Við erum 400.000 manna þjóð, sko, og örugglega 100.000 þeim, ef við segjum að það sé helmingur, voru 200.000 kallmenn, jú, kannski 100.000, já. 100.000. Sexually active men. Á 253 milljónir. Hvað er það mikið? Hvað er mikið per haus? Og síðan er náttúrulega eitt gaur að búin að eða svona 7 milljónum í einhverja internetgellu, sko. Jésús. En er þetta... Það er svo, hver af 100.000 mann borgi 2.500 krónur. Þá er þetta ábyggilega færri aðilar, eða ekki? Jú, alveg pottþétt, sko. Já. Nei, þetta var áhugavert. Þetta er bara farsjúkt. Ég held að þetta hljóti að vera svona einhver fíkn. En er þetta ekki bara einn gæi sem er fáránlega ríkur sem er í einhverju rugli? Það er engin einn gæi að kaupa sér einhverja píkumyndir fyrir 250 milljónir. Það er bara ekki sjens. Það er sko, og ef það er, þá vil ég aldrei hitta þann mann. Þá er þetta mörgur graðasti... Já, bara ógeð. 250 milljóningunni, það átt að hafa hvað mikill peningur. Já, þetta er mikill peningur. Út af því nefndi ég Björgu Tór þarna. Þú veist, 250 milljónir, þú þarft ekki að vinna, sko. Nei, bara út að vinna. Nei, þú veist, þú getur bara keypt þér 3 íbúðir, búið í 1 leikt og 2 úr með 1 milljón á mánuði í leigutekjur, sko. Þú veist, þú veist bara, þarft ekki að gera neitt. Sko, ég er að velta fyrir mér einu með þetta OnlyFans. Færðu að vera í samskiptum við manneskjuna eða eitthvað? Já. Ég ætlaði að koma með þann punkt líka, sko, að ég horfði sko á vídeo þetta og þá er þetta þannig að, þú veist, Gunni með efni og hann er ekki með klámefni, hann er bara með, þú veist, gítar eða eitthvað og ég get sendt þér, þú veist, skilaboð sem að þú svarar og ég borga aukalega fyrir það. Já. Og þú getur ringt með videokól og ég borga aukalega fyrir það. Þú veist, þetta er svona fullt af þannig dæmi. Ég man þegar við fórum yfir, þetta var uppverulega sett sem einhverja tónlistar. Já, tónlistar. Já, þetta var bara einhver kokkur átti bara að geta eldað og kent fólki að elda, sko. Nei. The degenerates of the world. Þú er ekki lengi. Einhver íslenski gæði sem er eða 250 milljónum í þetta. Þeir voru ekki lengi að þessa pervertastu. Nei, það er bara eitthvað... Þetta er snöðlega. Þetta er svo mikið tvíeggjað sverði að gaurið sem hannaði síðuna var bara eitthvað, já, þetta er bara fullkomið plattform fyrir hæfileikaritt fólk sem vil kenna öðru. Kemur ykkur ein gella sem kann ekki neitt en er ógeðslega heit. Kaupið myndra mér Berasari. Yes. 2.5 stykkið og það bara springur og hann alltaf gaurið sem bjóti síðan er eitthvað, já, ég vildi nú ekki hafa þetta eitthvað svona klámdót síðan sér hann bara hann hlýtur að fá eitthvað prósentu þessu. Já, hann fær prósentu, hann er moldríkur, sko, gæðin sem bjóti til, hann er alveg, sko, ógeðslega ríkur. Hvað sé, owner of OnlyFans? Ukrainian American billionaire Leonard Radovinski. Já, ég veit. Það er insane, sko. Leonard Radovinski, net worth. Já, ok. Hvað? 7,8 billion USD. Þetta er bara ríkasti maður í heimi. Og hann bjóð til einhverja síðu sem endaði sem klámslega. Þú veist, heimurinn er svo fucked að hálfa væri hellingur, sko. 7,8 billion í bandaríkjadóla. Já, það er bara, þú veist, hann getur keypt öllu í ensku úrvalsdeildinni, sko. Vá, tjóðlega er þetta mikið peningur. Ógeðslega mikið. Ertu með lista? Það eru fleiri þjóðir þarna sem eru byrtar. Nei, þetta var eitthvað á Devaf. Já, er ekki, þú veist... Devaf, þeir eru alltaf með þessa djúsi fyrir. En er ekki eitthvað þarna, hvað aðra þjóðir eru þarna? Jú, hérna kemur fram á onlyguided.com. Jú, hérna OnlyFans rætt hérna eitthvað. Já, það er alltaf mest keypt í Gautaborg. Í heiminum? Já, ég er að sjá það þessi. Nei, það er ekki mest keypt í heiminum í Gautaborg. Svíþjóð bara. Finnlandi.
Finnar eru ekki efst að sæta á þessu lista, það bara getur ekki verið. Þeir eru ekki nóg margir. Er það ekki bara efstir af Skandinavíu eða eitthvað? Já, það hlýtur að vera. Nei, ok, top 10 spending countries. Já. What? Hvaða tala? Ég þarf bara að telja núllin á þessu. Bandaríkin sko eru... Já, þetta einhverju biljónir hérna sko. Má ég sjá þetta? Er þetta ekki 2 biljónir bandaríkjadala? 2,6 miljardar bandaríkjadólara. Já. Eru bandaríkjarnir sem þetta rúst þessu? Rúst þessu? Þeir getur rekið Ísland í 6 ár með klámneyslu sinni. Ég held sko að ríkisneysla Íslands sé eitthvað í kringum 1100 miljardar. Hvernig veistu svona leiðilega fréttir? Ég les bara mjög, og allt sem ég les manni, það bara eitthvað svona slisni. Herðu, það 25% aukning í Ítalíu á OnlyFans. Þeir hafa aldrei uppgötað þetta maður. Það samar hérna. Hvað top 3 í þessu? Bandaríkin, Bretland, Kanada. Já. Svo hafa Ítalir, þeir tóku risastökk í ár og eru 4. sætinu sko. Já, þeir eru biggest climbers. Já, þeir eru 20, nei, herru, Spán. Já, þetta greinlega, þetta aðeins að auka vissi. Kóttum við top 10-na? Ég vil fá að heyra top 10. Það Bandaríkin. Já, Bandaríkin. Bretland, Kanada, Ítalía, Mexiko, Frakkland, Austurríki, Þýskaland, Brasilía, Spán. Já, svo sem ekkert sem kemur á óvart þarna. Nei, herru, Indland heldur betur að sækja sér veðrið. 40% aukning. 40% aukning? Já, þeir eru heldur betur búin að átta sig á hvað. Já, þeir eru líka konur í stríð, sko. Þannig að nú það bara... Já, allir hermennir bara... Já, það bara killing people by day, jerking off by night. Þetta eitthvað svoleiðis. Já, allt í lagi. Og við endum þessu umræði með þessum orðum. Hvað heldur að vera lengi að sjá til þess að strípið okkar detti út þegar kjallar að tala svona? Ég veit það ekki. Sérstaklega þú hendir svo ensku. Já, það verða að gera á ensku. Það hérna... Killing people og... Já, þetta var bara hræðilegt. YouTube moderatorinn, hann áttur að grípa þetta. Jep, ég ekkert vissum að við verðum með eitthvað strím á þessum miðli. Við þurfum bara að stríma á X. En þú veist, þá sko veltan hjá OnlyFans er, þú veist, 5B á ári. Það er insane. Vildi að ég hef fundið hugmyndum fyrir svona talentsíðu sko. Já. Og svo bara horfa á svona blind eye hvað að gerast. Já. Þú myndir bara, nei, þetta talentsíða sko. Þetta talentsíða. Þetta var bara gert fyrir smiði og kokka. Ég hann að kokka einn á. Það talandi hérna, ég var nefnilega með, eins og ég segi, þetta væri svona fréttabaki. En OnlyFans stjarnan, Bonnie Blue, við höfum að rætta hana. Já. Við höfum sér 15 ára dóm í Indonísi. Já. Hún var handtekinn þar með þessa rútu sína hana. Já, þetta er einhver ógæst bíl á jörðinni, sko. Við erum búin að fara yfir hann. Með QR-kóðan hana, getur bara... Bóka tíma? Já, við vorum að velta fyrir hvort þetta væri hvort þetta væri ekki bara vændistarfsemi. Já, já, ok. Já, að því að lögreglan í Bali handtók Bonnie með 17 karlmenn og allir 19-40 ára í leiguíbúð. Þar var gert upptæk alls konar. Já, þetta er hún sem svaf hjá 1000 manns. Já. Og í Indonési er framleiðsla og dreifing og opbygga glámi bönnuð. Brotið þessu lögum getur leitt til 15 ára fangelsisvistar. Já. Sko, Bonnie Blue er það rík að the world is her oyster. Já það, heldur þú sé ríkari heldur en... Akkur var hann bara ekki áfram... Í löndum þar sem þetta er löglegt. Var hann ekki gert það bara það sem í Bandaríkjunum? Eða hún er í Indonési, hún hefði bara getað hoppað yfir til Thailand, svo það er þetta bara legit, sko. Skiptir engum máli. En af hverju óskulum hann hafi verið þarna? Ég veit ekki að því að Bali er bara mjög næs. Já. Herðu, nóg þessar klúrufréttir. Fallegar ásturíkafréttir. Já. Það var maður íslenskur Árni Þór Birgisson sem fór á Skeljarnar á Leeds-leik, en þetta var ekki nema þetta var fyrir 200. leikinans á Leeds-vellinu. 200. Já. Var þetta ekki 100. Nei, já, fyrir 100. leikin. Hann segir vonast klára giftingurinn fyrir þann 200. Já, múin segja það. Á hann heima nútið? Nú, það er nú enda mjög góð spurning. En hann er alltaf veikur lýtsstuðnismæður.
Já, þú veist, ég var búin að fara 100 leiki. Ef þú ert að kaupa þér 100 flug til London, sko. Ég er allavega helvíti sjokkaraðar ef að Play væri að fara á hausinn út af þessu. Hvað er Leeds eða bara veist, á Breitlandi? Er það borg? Nú er ég bara ekki nóg vel að mér, sko. Er ekki Leeds Chelsea eitthvað rivalry? Nei. Jú, það er. En ég held samt að það sé ekki neighbor. Það er út á einhverju leik í gamla það. Já, ok. Það er eitthvað svoleiðis. Nei. Ég hafði þetta ekkert í huga því ég pantaði ferðina. Þannig þá er hann að panta ferðir út, sko. Já, þessi maður er ekki að eyða peningunum sínum í klám. Nei. Hann er skynsamur. Já. Skynsamur? Litla kólefnissporið sem að þessi gæi er búin að skilja eftir sig. Hann hlýtur að taka samt langa ferðir. Hvað er hann að tala um Leeds þegar hann er að fara á skeljarnar þessi gæi? Já, hann er hardcore Leeds-stuðningsmaður og hérna til þess mynda á honum fyrir framan styttu af einhverjum Leeds-stuðningsmanni. Þess að hann fyrir á skeljarnar. Já, var hann bara byðjanar á Leeds-velli? Já, Ellen Road. Já. Ég meina, hvernig, það er örugglega eins og Leeds sem múið að æla yfir heimilega þessa mann, sko. Þú veist, þetta er ekkert einhver venjulegur stuðningsmaður. Hann er búin að fara á 100 leiki. Þetta eru 100 flugferðir. Nei, ég myndi segja að hann hlýtur að taka 2 í einu eða eitthvað. Ekki alltaf. Þú getur ekkert gert það. 70. Þú getur ekkert alltaf ekki 2 í einu, sko. Jú, hann er að fara útileiki líka, sko. Já. Já, hann er alltaf að taka 2 í einu, sko. Þú veist, hann er bara ekki með nógu mikið orlof í vinnunni til að gera það, sko. Hann hlýtur bara að vinna, bara heimavinnandi, sko. Já, sem tölvukall. Já, þú veist, þessi er eitthvað svona, hann er forritari bara, eitthvað, sko. En mér langaði helst að taka meira viðtal við konur hans. Hvort að þetta var einmitt staðsetningi sem hún var svona heilluð af. Já, hann eitthvað forfattur. Allt í Leeds heima sem hún er alveg bara, Jésús minn, sko. Ég meina, ef hún er með þessu manni, hún hlýtur að, hún var bara eitthvað, ok, þú veist, ég veit bara hvað ég er að gangi inn í hérna, sko. Já, hún var kannski ekki alveg að hugsa að momenti sitt að vera byðjanar sé bara fyrir utan Leeds-völlin. Nei. Það er líka bara að vera skára að gera upp á hótelherbyggi, sko. Já. Já, það hlýtur að fara að borða fyrir leikinn. Já, bara út að borða á okkur geggjum stað. Já, bara, herðu, veist, geggja takk fyrir að koma enn og einu svona með mig til Leeds. Já. Já, það minna, það er bara 50. ferðin okkar. Já. Og það sem við erum búin að fara svona ofta og langaðum kannski að byggja það með og uppáhalds veitingastæðunum okkar hérna. Já. En ekki bara fyrir framan einhverja styttu af einhverju gæða sem þau veit ekki sem hver er. Það var aldrei hitt, aldrei séð. Ég verð nú bara að vita Leeds í hvað bæ það er, sko. Já, það er City, já, ok. Ég hef ekki teirt einhverju hófferð þangað, sko. Heldur það sé að fljúa til fara til London og svo lest. Alveg pottet, sko. Kannski er það næra að fljúa til Manchester, ég veit ekki. Þetta er held ég eitthvað nálægt Manchester. Já, það er ræfur, þú veist, það var gamalt ræfur á milli Manchester United. Já, þetta er rétt hjá Manchester. Veit ég. Já, ok. Út af því ég fannst mér skrítið að vera Chelsea. Manchester og Leeds hana, hliðri. Já, það er... Ég hjóðaði bara eftir þessu í Dr. Fútbol. Það var eitthvað leikur þarna, sko 50 eitthvað. Það sem bara sprakk allt. Bara rosalega slagsmál og meðal stuðningsmanna líka og bara alveg rosalegt. Og síðan þá hefði við búið að vera svona hattur á milli. Ég vissi að, þú veist, svona helstu andstæðingarnir eru svona að 4 hjá Manchester United. Þetta eru Liverpool, Leeds, Newcastle og Arsenal. Og ekki Manchester City. Jú, þeir voru alltaf litlu kallarnir, skilur, þannig að þeir voru aldrei ábygglega meira núna. Já, í dag er árið sitt. Já, klárt, sko. Alveg 100%. Hörru, ég er með 2 fréttir viðbótina, ég ætla bara að renna elsnönd yfir. Dóri, svakalega. Já, ég er ánægð með þig. Já, okkar maður Mohamed Kourani. Hann er hér ennþá. Hann er hérna ennþá. Samlandi minn. Svo ég fucking kæft það. Það er ennþá verið að bíða eftir, en hann er... Hver er þetta? Mohamed Kourani. Hann er búin að breyta. Guðni TH. Hann heitir það núna í dag. Það er Guðni TH. Er þetta gæinn sem, er þetta Davís? Nei, þetta er annar svona geðsjúklingur sem er að skipta nafn. Já, ok. Bara alveg snarkið ykkur. Hann er ennþá hérna, hann er búin að færa hann eitthvað, hann sérst, Sýrland er búin að, sko, segja að hann megi koma aftur. Já, við erum að vinna í að afsala hann alþjóðlegu vendinni og svo þá bara breyta þessum lögum alþjóðlega vend. En mér finnst bara svo að finna að hann heiti Guðni TH. Jóhannesson, hann heiti Jóhannesson líka. Já, ok. Gaman fyrir hann að fara til Sýrlands og það er bara velkomin heim, Mohamed. Við erum búin að fara að byrja nýtt stríð. Hann er ekki að kalla mig Guðni. Guðni, ég er Guðni TH. Guðni TH.
Svo Sunnu Einars að ræða í podcastinu að ljós að menningin að koma aftur og það sé svona alltaf sérstakt að menn sé að byrja að hendi í sig aftur í ljósabekina. Já, ekki gera það, láta þið frið. Já, algjörlega. Já. Herru, þá var bara minn pakki búinn og það var heldur betur langa. Hvað eru við búin að leggja í? Það erfitt fyrir maður að sjá það núna þegar ég að nota allar upptökur hérna í þessu fínu vél. Já, bara allt í gangi þarna. Já. Allt í gangi. Allt í gangi. Bara allt í gangi. Herru, þá tekum maður upp farsíman. Það sem að fallega og fræga fólki í boði ofurkaup. Ofurkaup.is. Ofurkaup. Það svo mikið að ykkur. Það hellingur að mér. Förum ekki við það hér. Það ertu ekki að segja okkur. Það. Nei. Herru, eigum við að byrja á Russell Crowe. Russell Crowe að tala Gladiator 2. Já, hann fekk ekki vera með. Já, og hann talar það að myndin make ekki alveg sens með að við endin á Gladiator 1. Nei, hún gerir það ekki. Ertu að menna að þetta sé barni hans eitthvað og... Já, þeir líka hlup, en þú veist þeir urðu samt eiginlega gera það til að gera hana relevant. Mér fannst þeir koma ágætlega frá þessu sko. Já. Þetta alveg, hún meikar ekkert endilega sens, en ég meina af því að myndin endaði, þeir byrju myndin með 2 svona, þá gæti alveg konu mín horft á hana í bíó. Og það ángraði, hún var ekkert eitthvað týnd. Nei. Þannig að mér finnst þetta, jú. Fannst það eitthvað góð það? Mér finnst hún fín. Ég fór náttúrulega í bíó, þetta svona þannig mynd, sko. Og stemming í bíó. Það svo mikið þarna. Öldugangur og bullshit. Öldugangur? Í lokin. Ég ætla ekki að skemma myndina, sko. Ok. Já, allána. En mér finnst hún fín. Já, þetta var afþreying. Ég ætla ekki að segja þetta, þú veist, Gladiator 1 bara góð mynd. Hún geggjuð. Hinn afþreying. Já. Bara eitt áður en heldur áfram. Já. Haldið að þú sagði að það var svo gaman að fara í bíó. Það er mikið verið að tala að bíó stemmingi sem fara að deyja út af því að Netflix að kaupa Warner Bros. Já, ég held ekki. Ekki? Sko, Netflix og Disney, en ég sammálaður að bíómenningi sé að deyja út, sko. En ég held að Netflix hefði gift Warner Bros beit ekki neinu. Búið að kaupa? Já, þeir fengur samþykkt. Það? Já. Ég þá að fá allt HBO inn á Netflix? Já, þessin ég ekki búin að kaupa mér HBO streymisveitinu, sko. Já, ok. Af því ég ætla að bíða og sjá. En þeir verið pottið, þeir eru að fara að keyra upp verðið þar, sko. En það hann að þú í rauninni græðir ekkert á sig, sko. Þetta væri bara eins og borga fyrir bæði. Já, alltaf Gunni, þetta bara. Allt í lagi, þetta bara góð umræð. Leikkonan Kate Winslet komið nóga útlistyrkun kvenna. Ok. Svolítið hræsnið að þú ert orðin 45 ára gömul í Hollywood, sko. Eða eldri. Já, nei, þetta bara orðið viðbjóður. Ég ætla svo að kalla bullshit á þetta, sko. Þegar hún komin down the hill, þá og hinn að koma upp, sko. Já. En þetta eitthvað sem, það ekki alltaf verið að tala um þetta samt? Jú, kalla og kvenna, þetta bara viðbjóður. Láta það eiga sig. Já, þú veist, hún að tala um þessi megrunarlyf og sykursýkislif sem verið að nota til þess að grenna sig. Eitthvað sem ég ætla... Ég meina, gæinn sem á OnlyFans ríkasti maður í heiminum, það bara nóg að í þessum heimi, sko. Þú veist, við erum bara geðbiluð. Já. Það líka þetta, sko, að þú ert byrjað að taka sykursýkislif í staðin fyrir að borða holt. Þú veist, ég veit í sumum tilfellum það bara ekki hægt. Þú ert með fólk sem með eitthvað skerðingar eða bara alvöru fíknivanda, þú veist, átfíkn. Já. Þú veist, þá náttúrulega þessi lyf fyrir það, sko. En þegar venjulegt fólk byrjað að borga bara 45.000 skall fyrir mánuðin til að koma sér Ozempic, sko, bara hérna á Íslandi. Já. Það maður bara eitthvað, herri, hættu þessu. Ég var þetta majors til í það. Ég ekkert á móti þessu, mér finnst þetta allt í lagi, þú veist, þetta bara... Þú veist, ég elska það, ég var bara laust. Það, myndirðu gera þetta? Ég myndi ekki gera þetta sjálfur, nei. Fyrir þessi 10 kíló augalega sem þú ert með, myndirðu gera þetta, í alvörunni? Ég myndi ekki gera þetta, en ég myndi pottet gera þetta. Af hverju ekki? Þú ert að dæla í því einhverju lifi sem ekki komið neinar... Það allir að gera þetta. Já. Það náttúrulega allir að gera þetta. Já. Hópþrýstingurinn. Hei, það allir að gera þetta. Já. Hvað ertu ekki byrjar að drekka? Já. Það allir að gera þetta. Þú eitthvað annað sprautaði í bumbuninn og baði og bekk og kjöfum bara eitthvað. Það allir að gera þetta. Já. Það ég myndi pottet segja það. Herruðu. Réttið með Ozempic, ég skal bara dæla sími, sko.
Já, ég er sko búinn að, ég hef gefið þessi lyf. Ég vinn í þannig vinnu, ég er að þjónusta fólk sem að fara að nota þessi lyf. Og það fylgja þessu... Oppa sí! Fór bara í bumbuna mér! Og þetta er svona misskemmtilegt og það eru miklar aukaverkanir sem fylgja þessu, sko. Jú, ég veit. Okay. Ég þekki alveg. Ég þekki þessi lyf. Erðu, Leonardo DiCaprio. Já, bara út af sykursýki. Já. Ekki á mér samt. Nei. Erðu, Leonardo DiCaprio. Hann sést útskýrir núna af hverju hann er ekki mikið fyrir það að tala í fjölmiðlum eða er oft með grímu. Já. Og hann í rauninni talar Er þetta frétt frá 2020? Þetta er bara glæný frétt. En hann sést talar það að hann vilja ekkit endilega vera að tala opinberlega, koma fram opinberlega nema hann hafa eitthvað málin að leggja. Og þá er það með grímu? Nei, og svo vill hann... grímuna bara. Já, svo eru þetta hjálpar honum að lenda ekki í því að vera spurður spurninga þegar hann er einhvers staðar úti. Að hann sé með grímu fyrir munnunum og þá er erfiðara, þú veist, á þægilega fyrir hann allan að svara ekki spurningum. Jesús minn. Já, það er bara leiðilegast þess að ég gerði bara með þess að djúðsins grímur framan mig. Og það er bara óþægilegt. Þetta er líka svolítið svona, þetta er alltaf einn stærsta stjarna í heiminum, sko, en þetta byrjar að mæta okkur að hátíðir með grímu, sko. Þú vilt ekki tala við fólk, maður bara ekki að herri. Ef enginn myndi vilja horfa það, þá fari ekki borgað, sko. Djöðl saknaði þess að grímu menningar. Menn voru að henda, bara næstu byrja að grýta menn sem var löppun í búð og glemdi grímunum. Það komið sko 2 móment í hugan á mér þegar við vorum að tala um þetta. Sorry Gunni, við vorum að hijacka. Ég ætla bara að henda það fram. Ég var einu sinni, sko, það var einu sinni kona sem að hún ætlaði að henda í mig snúð í Netto af því ég var ekki með grímu. Og hún alveg svona urðaði yfir mig. Þú veist að hún var að fara að heimsækja pappa sinn sem væri á elliheimili og eitthvað. Já, þú fyrst bara söguna. Já, þú veist, þetta voru alveg svona góðar 5 mínútur. Hélt hún á hún var alveg svona uppi á allan tíma. Hún var komin upp fyrir, hvort það var rúnstykki, ég man ekki hvort það var. En hún var komin, þú veist, hún var alveg brjálu út í mig. Þú veit að ég vilja að það fekk rúnstykki beint í grillið. Ég, hugsa bara, hvað er að henda þessu í mig? Mig grunar líka að ég hefði mist kúlið, sko. Já, ég er svolítið hættur það. Og hitt, sem er besta mómentið í COVID, var þegar Rudy Gobert þarna var á fréttum að gera lítið úr COVID og snert alla mækana. Það var fyrstu til að fá þetta. Fyrstu til að fá. Smitaði alla deildina. Sko, ef við tökum bara þreytt að sem ég gerði í COVID, þá var að fara í svo búbluferðir hérna með landsliðinu og vera að ferðast í ykkur sko ábeilaslega löngu ferðalagi með grímu í flugvélni allan tíman í ykkurum hönskum. Já. Og ég ætlaði að færa mig upp sæti til þess að, nei, það var bara stránglega bannað. Engin þjónusta. Allt lokað á flugvöllunum, maður bara frábært, þetta er geggja ferðalag. Já, 24 tíma ferðalag, ekki neitt að borða. Herðu, núna Andy Dick, veit þið hver það er? Ég held ég veit hver það er. Ég veit hvað Moby Dick er. Hvalurinn? Já, herðu þessi, ég var að sjá fréttina um þetta. Jaha? Já, þetta er einhver comedian og hann lítur... Já. Hann er sem sagt, hann náðist myndband á honum þar sem hann var bara nánast að overdósa. Já. Vá. Og var bara alveg átt og hann sé komin í einhverjum svona fentanyl og crack. Svo hrigalega gott mix. Já, og hann hefði bara verið heppinn að lifa í dag og voru náðist myndband af því þegar fólk var bara að reyna að hluka með. Hver var þetta mynd? Það var einhverju strætóð eða eitthvað. Já, láfrann. Var hann í strætó? Já. Að overdósa fentanyli? Ég er svo smáttur. Þetta er svona svipað sjokk eins og menn sáðu þarna körfuboltamannin hana, hvað heit hann áttur? Sem bara alltaf heimilslaus. Já. Delonte West. Já, Bobby LeBron. Vá, hrigalegt. Þetta er alvöru, sko. Herru, Justin Bieber ætlaði náttúrulega bara að keyra allt neti niður þegar hann tók myndbandi að sér og myndir í bowling alleyinu þar sem hann tók upp myndbandið við hvað heitir þetta? Baby, já. Við lagið Baby. Baby. Já, hann tók myndir af sér rosalega og myndbönd þar sem hann var í bowling alleyinu og alltaf ætlaði koll að keyra. Það var þetta líka með Justin Bieber í gerð. Hæ? Já. Hver var að líka þér við Justin Bieber í gerð? Já, hvað sé að honum?
Ég var ekki að tjóka. Eitthvað fullur eða? Nei, það var bara mjög vennileg mannskja. Var ekki bara hverju grína þér eða? Nei. Nei, ok. Ég á slatt eftir. Það er mikið fréttir hérna. Já. Mikið talfestingur. Já, við erum með hérna Jelly Roll segir að það hafi verið eins og að hvernig segir maður þetta? Íslenska. Tvífæri gulla? Jelly Roll. Tvífæri gulla. Já, hann sagði að hérna áður hann náði að létta sig þá var eins og þegar hann var að stunda kynlíf var eins og hann var að reyna að spila Twister. Það var bara erfitt. En núna þetta ekkert nema gaman. Af því hann Ósambík, eða? Hann fór Ósambík, já. En hann búin að léttast mikið og segir að kynlífi sé betra fyrir viki. Frægt fólk, þú veist, því sagt að tala kynlífi fréttum eftir svona 1 ár þegar það búin að vera fræg? Já, bara til að vera relevant. Eða veist, án gríns. Hann var aldrei að tala þetta, sko. Nei. Hann var alltaf bara að tala neyslu og við þurftum að hjálpa ungviði og nú hann bara eitthvað kynlíf, elska þetta. Elska þetta shit. Jú, þetta gekka maður. En þetta sem fólk reynilega vill hlusta á. Og sér var það daginn, þú veist oft með eitthvað svona kynlífskomment í þessum pakka. Já. Og þetta allt svo geðveikt irrelevant, sko. Já, líka bara, þú veist. En það líka alltaf fréttir sem pikka þetta svona upp. Já, þú veist. Það kom 3 fréttir eða eitthvað að sér var að tala kynlíf. Já, alveg rétt. Og eitthvað sem gerist fyrir 60 árum. Já, og líka bara... Ævisögunni sinni þannig. Já, þú veist. En svo förum við smá eftir hérna Timothy Chalamet. Chalamet. Herru, það hefur verið haldið því fram að hann sé ESDE-Kid. ESDE Kid. Það er semst rappari sem er með hulið fyrir andlitið og það var spurt hann núna daginn, byrju, er þetta your alter ego? Og hann segir, ég kýs að svara það ekki. Mér langaði svo að spurja þig, Halldór, hvort þú gætir fundið eitthvað lag með þessum ESDE-K Kid og hérna Já, ertu ekki með símaðinn? Já, hann er þarna. Og hvort að þetta sé eða þú veist, hvort að þið heyrið rödd Timothy Chalamet. Hvort þetta sé hann. Hvað á þessi meistar að heita? ESDE-Kid. Já, ESDE-Kid. Og þetta er allt sama orðið. Hvað segir? EST? Nei. Davíð. ESDE. ESD-Kid. Já, þá setjum við á lagi Phantom. Þetta vinsælast það? Þetta er nummer 1 hérna. En þetta er okkur vinsælst. Kannski er hann að spila píanói. Nei, þetta er vinsælsta. Spólaði eitthvað inn í þetta. Sett maður. Ætli þetta sé... Þetta er aðeins rissmaður. Já, ætli þetta sé hann. Ég veit ekki. Þetta byrja alltaf eitthvað svona smá arti, sko. En mér fannst það hljóma svo breyti. Já, það var mjög bara svona. Ekki Timothy Chalamet breyti? Já, nú bara veit ég ekki. Chalamet. Það held ég. Er það? Já. Ég þannig að bara googla það. Ekki. Ég er nokkuð viss það, að það sé staðan, sko. Gæti verið. Væri það ekki svolítið skemmtilegt ef hann væri síðan bara frægur leikari og væri svo líka með einhvern rappferil með grímur? Shit, hvað væri gaman. Eða það ekki? Nei, hann er amerískur. Hann er amerískur? Hann er amerískur. Já, þá er hann ábyggilega ekki að rappa á bresku. Það er mjög spes. Já, en þetta er sögursagnir. Herru, við eigum 2 fréttir eftir og önnur fréttin leiður okkur inn í næsta lið. Já. Held ég. Ragga Hólm er að gefa út nýtt jólalag. Ragga Hólm? Er það kona Sóla Hólm? Það er systir hans. Það er sem sagt rappstelpa. Rappkona. Já, ok. Þá veit ég alveg hver þetta er. Og loka fréttin. Vá, hvað ég var í cancelaður
á nokkrum hérna. Ég hef ekki fattað hver þetta væri, sko. Aha. Já. En var hún ekki í Reykjavík-dætturum eða eitthvað? Jú, ég held að. En þú veist, allar íslenskar tónlistakonur hafa verið í Reykjavík-dætturum, sko. Já. Þar voru 34 eða eitthvað. En það sagt það að P. Diddy sé búinn að nefna það að hann á eftir að kæra 50 Cent fyrir einhverja Netflix-serju. Einhverja Netflix-serju? Ég er með hugmynd hvaða Netflix-serja Já, það gæti verið. Eigum við að fara í hraðspólun? Í ríkjapinu eða? Já. Eru þið til í það? Já, ég sko til í það. Förum hratt yfir það. Já, rosa hratt. Kate Winslet hatar útlýstyrkun. Leonardo DiCaprio Með grímur. Já, hann er með grímur og þarna eru komið Titanic dúið alveg eins og ég veit ekki hvað. Já, Justin Bieber tók mynd af sér. Það er svo léleg frétt. Justin Bieber tók mynd af sér. Já, í bowling alley. Já. Lungu. Andy Dick bara næstu í látin út af ofnæslu. Jelly Roll hefur gaman að kynlífi. Sko, recapið er ekki að gera neina greiða þetta, sko. Ég er líka að gera þetta hratt alveg, ég er ekki eins og að reyna að selja. Þetta er samt basically þess að Og býtu, Leonardo DiCaprio með grímu. Já. Þetta eru fréttir. Býtu, Russell Crowe er ekki ánægður með mynd nr. 2. Það er eini góði mólin. Já, hann var ekki inn eins og Timothy Chalamet, hann gæti verið Gæti verið Breskur rappari. Já, Ragga Hólm er að fara að gefa út jólalag. Já, ok. Já, herru, þetta er 5. Já, sko, Þegar ég heyrði þetta recapið, sko, wow. ég var bara eitthvað, það var skemmt, það var eitthvað 8 eða eitthvað, síðan heyrði ég recapið og ég var bara, shit, hvað það var lélegt. Nei. Fucking gay. Nöfnin. Ég verði að taka undir þetta því að sko, ég var að hlusta fréttinar og það var svona, já. En svo bara, Caprio, hann er með grímu. Justin Bieber, mynd. Tók mynd í Keilahöll. Já, ég var ekki að reyna að selja það. Ég að taka upplöfunna frekar heldur ríkja. Ég held ég væri bara að setja 5 á þetta. Já, mér fannst eiginlega eini góði mólin vera Russell Crowe, sko. Í alvörunni. En ef þú sleppt ríkapinu, þá hefði ég örgulega gefið 8. Ég líka, held ég. Já. Ég var þar fyrst. Já. Síðan heyrði ég bara hvað þetta var eitthvað þungt. Bara Kate Winslet. Þetta er útlýstyrkun. Já, það var þetta fínt mólin. Það var næst besti mólin, sko. Hvað meður, við erum náðum hellinga sögum inn í þetta. Loves the sex. Sex Nei. Jelly Roll. Jelly Roll. Já, Ef þetta væri Ja Rule, þá hefði þetta náttúrulega verið sko 9 eða eitthvað. Þetta verið Ja Rule. Herra, við ætlum að leiða úr þessar umræðu P. Diddy inn í þættina sem eru að koma þar, Kjallar. Já. Og Gunni. Já. Ég var búinn að horfa á þetta. Ég er búinn að horfa á þetta. Gunni, ertu búinn að horfa á þetta? Nei, ég var að bara nýbyrjar bara svona fyrstu 3 mínúturunum áður en að ég bara varð að horfa svo í ger. Já, ég slökkti sko á þáttunum sem við vorum að horfa á. Og ég sagði, við skulum klára þess að ég veit að Dóri verið með þetta í podcastinu. Sko, fyrst ég kveikti á þessu, þá var ég hissa og pældi í því hvort ég væri ekki örugglega að horfa á 50 Cent version af þessu. Ég er líka, fyrst í þátturinn er rosalegt greis á P. Diddy, sko. Já. Og þeir byggja hann mjög mikið upp, sko, en það er til þess að brjóta niður. Sko, þetta er skemmtilegt og þetta fjallar náttúrulega ekki aðalega bara þetta mál sem er núna, heldur bara svona bara hans líf, hvernig hann kemst upp á hans fræða frama eða eitthvað, skilur við, hvað sem maður myndi segja. En náttúrulega merkilegast við þetta er það að 50 Cent náði einhvern veginn að fá myndbönd af lífi P. Diddys rétt áður en hann er kærður og þar sem hann talar mjög mikið það sem P. Diddy ætlaði ekki reynilega að gera líklegast er heimildamynd sjálfur þetta mál hans sem hann hefur greinlega hætt við eftir þetta fólk að vara að versna og 50 Cent einhvern veginn fær þessar upptökur einhvern veginn held ég að það sé búið að reka allt öryggisteymið. Já, P. Diddy vill örugglega finna þann mann sem var að leka þessu. Já, af því að þetta veist sérstaklega það er einn klippa þarna svo hrikalega vond sko hún er þarna frá 11. september eða eitthvað og þar kemur hann í bíl eftir að hafa verið í Harlem og er að segja þarna bara shit, hvað er the hand sanitizer, ég er búin að snerta fullt af fólki eitthvað og maður bara eitthvað, já, þetta lætur líta vel út. Já, eða líka bara þegar hann er alltaf að tala við þurfum bara að fá propagandaliðið allt út og skilur við þurfum bara að fá alla frægur til að tala vel um eða eitthvað og svona, skilur hann er að tala þetta allt. Já. Og já, þetta
þetta hlýtur að vera skellur fyrir hann að hafa. Já, við skulum að taka smá svona deep dive á þessu. Já, þetta okkur að gera. Þáttur 1 náttúrulega mjög mikið svona kynning á, þú veist, hvernig hann fekk inn í music-bransan. Já. Og svona það vita allir þá sögu eða ekki. Ég er náttúrulega ekki búin að sjá þess að þetta, en hann náttúrulega kemur sér í góðan hjá Andrei sem átti ég man ekki hvað fyrirtæki heitir. Nei, hann er alveg stólu mér að það er svona farið mjög vel yfir það í þessum áttum. Já, og hann fer síðan út úr því. Já, svo býr hann er rekinn. Já, hann er rekinn, það er meitt að kemur fram líka. Hann er rekinn þaðan af því að hún finnst það mér orðin ofstór, en hann er samt ekki rekinn í illu, hann fær að taka Biggie með sér. Já. Fær hann gefins í starfslokasamning, bara þakka fyrir góð störf. Já, og þar búa þeir til í rauninni Bad Boy Records með 2 öðrum. Já, og það er nefnilega mjög mikið talað við eigandan, sem var besti vinur P. Diddy. Hann er mikið þáttunum, sem átti 25% í Bad Boy Records. Hvað heitir hann? Geturðu? Hann er bara að lifa á götun í dag. Þú ert örugglega að tala gæðan sem að þeir fóru til að fá lán. Nei, ég er nefnilega að tala að það eru 3 gæjar sem byggu til þetta fyrirtæki. Nú er ég bara búin að sjá aðra heimildamyndi þetta. Og einn af þeim er dáin og einn lendi, þeir eru báðir svona með cardiac arrest dæmi, sem var slúðrið að hann hafi sprautað á með einhverju. Hann heitir Kirk Burroughs. Já, ok. Sem var í þessu. Já, hann var líka. Hann var í þessu fyrirtæki á Andrei líka. Já, ok. Og fer með Diddy og sér allan daglegan rekstur. Bara allan. Þú veist að Diddy hafði ekkert peningavit, ekki neitt. Þannig að hann sér allt, þú veist, að bara halda húsinu gangandi og ljósunum kveiktum, sko. Og Diddy var bara, þú veist, að gera sem hann er góður í, sem er að promóta. Já. Og to be fair, mjög góður í því. Og það er svolítið farið yfir hans story arc, þú veist, hvernig hann byrjar og hann er, þú veist, að gera hitt og þetta og síðan svona fyrir að skvettast upp á vinskapinn þar af því að hann er alltaf að biðja að gera eitthvað sem honum langar ekki að gera aftur og aftur og aftur og aftur. Já. Og hann svona á endanum hann á að segja nei, bara ég ætla ekki að gera þetta og hann var að rekinn sko 90 dögum seinna. Hann var alltaf líka hann var þvingað til að skrifa undir að láta 25% fara. Já, hann fekk 25% í stocks því að Diddy átti náttúrulega ekki neitt pening til að borga honum laun. Þannig að hann fekk 25% af fyrirtækinu. Og Diddy fekk, mammas Diddy átti 75%. Já, því að þeir voru svo hrættir að þegar hann hélt celebrity basketball game-in. Já, og dói 9 manns. Já. Þá hefði þau átt claim á þetta. Já, hann var svo hrættir það sko, þannig að mammas átti fyrirtækið. Já, þannig að ef hann ætlaði að skrá sig og hann myndi fara á hausum, þá átti hann voða lítið. Já, átti ekki neitt í rauninni. Á blaði. En mér finnst sko, síðan er þetta í rauninni bara að vera að krifja þetta, þú veist, og ég meina, sko þessi lögreglumæður sem er talað við til dæmis, með Tupac-málið, þú veist, hann er hættur í löggunni sko, en svona það heyrði svolítið á honum að hann væri nú eiginlega bara 100% vissum að Diddy hefði drepið Tupac sko. Já, ok. Já, allavega látið drepa hann. Já, þú veist, já, þessi Keefy D, hann hafi látið frænda sinn, Orlando, og ég talaði það einhvern veginn samsæriskenningunum að það væru svona flestir á því að hann hefði drepið Tupac. Já, Orlando hefði drepið Tupac, sko. Líka er náttúrulega farið inn í að underground, eða sérst tengingu P. Diddy við glæpaheimana. Að pappans hafa náttúrulega verið að drepið. Já, og var frekar stór í Harlem og einhver svona, veist, gangsterar eru bara náðast menn sem hann lítur upp í föðurímynd sína og eitthvað svona skilur. Já, þessi gæði sem er alltaf dáinn, hann er ekki hægt að sækja hann í Tupac-málinu, það er gæðin sem var milliliðurinn sko, hann var með eitthvað tengingu inn í The Bloods. Já. Og létu öllu líkitum drepa hann sko. En það er líka því að sko, þessi gæði ég var með nafnið hérna. En var eitthvað að tala þessi Kirk Burroughs hann sagði að daginn sem Diddy var myrtur, þá lét Tupac var myrtur, þá lét P. Diddy leigja einhverja 1 milljón bílaleigubíla
bara og láta alla keyra í til á þennan stað. Já. Það var eitthvað mjög skrítið. Af hverju ósköpunum verður að gera það eitthvað. Já, ok. Já, veist, og því að það voru bara ekki bara fljúa. Veist, þetta yfir all landið, sko. Nei, keyrum. Okay. Já, en var eitthvað farið í þessu í sambandi við hvort að hann hafi einhvern hlut með Biggie? Já, það er líka farið vel yfir það. Já, okay. Það er líka svona bara mjög sterklega í að því að hann hafi offað hann líka. Já, og þar kemur Kirk Burrows sérstaklega sterkur inn. Af því að Biggie var að biðja hann að fá að fara og vildi ekki fara til LA til að byrja með og var síðan að biðja hann að fara til London. Þetta var fyrsta viðtal artista frá Bad Boy Records á alþjóðlegum vettvangi. Og var allir geðveitt spennti fyrir því. Síðan er því bara cancelað. Það þurfi ekki að vera cover of Rolling Stone líka? Jú, síðan var því bara cancelað og kvöldið eftir Diddy forsar Biggie til LA. Þá verður bara að fara, bara ferða þangað, skilur. Já, og síðan er Londonferðinni cancelað og kvöldið eftir á deyr Biggie. Já. Skotin í bílum sínum. Já. Því að eins og með þetta, því að hann átti hluta, hann átti sérst, í rauninni hvað segir maður? Öll lögin hans, hvernig... Masterana? Já, hann átti alla masterana. Borgaði sérst, víst, mömmu hans bara ógeðslega lítinn pening til þess að fá alla masterana. Það er líka farið yfir þetta. Biggie var nýbúinn að semja nýjan samning af því að hann var eini arðbæri artistinn. Þannig að hann var nýbúinn að semja risasamning, sko, mjög svona lukrativ samning sem átti að fara í gegn. Svo deyr hann og hann biður einmitt Kirk Burrows, það er það sem hann gerði ekki, að breyta samningnum aftur. Meðan undirskrifa hann, sko. Já. Og veistu, hann ætlaði að eyða einhverjum blaðsíðum út og bæta öðrum blaðsíðum inn. Og bara halda samningnum. Og hann gerði það ekki og láti hann fara 90 dögum seinna. Já, okay. Og síðan annað, þú veist, hann lét Biggie borga fyrir sín eigin jarðarför. Já. Þú veist, og ráðstafaði henni sjálfur, sko, en ekki að mamma hans hafi ráðstafað. Nei. Þú veist, þannig að það er bara Þetta verður spennandi að fara yfir þetta. Já, en svo er náttúrulega líka verið að fara yfir þetta mál, sko, sem er núna. Já. Og það er náttúrulega rosalegt, veist, fylgjónum gegnum allt hvað hann er náttúrulega bara massífu væpbítur. Það skilur hann bara lemur konur stanslaust og það kemur alveg fram í þessar þáttum bara jafnt og fjett. Einmitt frá Kirk Burrows, það var svakaleg setninga sem var sló mig svolítið. Það var hann segir sko, þú veist, þið eru öll að tala hann sé bara nýjórðin væpbítur. Hann er búin að berja konur síðan 92, vildi bara enginn sjá það. Já. Og svo er þetta náttúrulega svakar þarna með Cassie, þarna sambandi þeirra. Já. Og viðtalið við Gigolóin, eða vændiskallinn, sem þau réðu alltaf til þess að vera í freak-offs með þeim. Veist, það er líka maður bara what the fuck, sko. Já, og hann var líka bara what the fuck. Já, veist, þá var hann bara ráðinn og hvað var hann í marga daga, veist, að sofa í hann? Alveg mjög marga, sko. Já, þetta, veist, ég bara keyrt áfram á eiturlöfum, sko. Já. En af hverju, eina sem ég skil ekki, og náttúrulega veit ekkert þetta, en af hverju er til dæmis fyrirhandi konunars, af hverju hún ekki kærð fyrir, hún ringir í og velur sér Gigolo, sko. Þetta var ekki bara þessi. Nei, alveg. Það var bara þessi. En hún ringir í hann, sko. Auðvitað að gera það. Hún var bara fórtulam heimilisofbeldis. Já, en svo finnst mér það náttúrulega líka svakalegt. Það er viðtalið við kviðdómur í málinu. Já, ég ætla að enda á þeim punktið, sko. Með þennan asíska þarna sem segir síðan bara að hún fór alltaf aftur í þetta. Já, og líka svörtu gæluna. Hún er bara aðdáandi. Já. Þú veist, hún var bara fan. Þú veist, kviðdómurinn í þessum máli, sérstaklega þessi svarta kona sem við mikið tala við, þú veist, hún var bara eitthvað hlæjandi, bara eitthvað, já, ég meina, þú veist, hann bjóð til alltaf tónlistina sem ég ólst upp við. Og ég var bara eitthvað, er engin saksóknari bara eitthvað, herru, tökum þessa burt. Þú veist, hún er bara aðdáandi gæjans. Já, þessi gamli asíski þarna sem segir sko, ég meina, það er bara henn að kenna. Hún sótt alltaf aftur í luxury, skilur. Herru, hún er í ofbeldi sambandi, sko. Er bara mölbrotin, sko. En var eitthvað talað J-Lo? Já, aðeins. Mjög lítið. Byssudæmið. Já, bara byssudæmið. Það var bara, það var bara að væri með J-Lo og svo náttúrulega koma öll þessi mál sem var líka unseen footage af skotárusin í stúdíónu hjá honum. Já, hjá Rodney gæinn sem var samtið ástarplötunum fyrir hann, sko.
það semur ekki neitt sjálfur, hann gerir ekkert. Já, Lil Rod hana. Já. Vá, það var líka alveg, veist. Það svakalegt story arc. Já, en það alveg mikið og ég mælum vel með það, kíkja. Ein önnur spurning. Er talað textana sem 50 Cent samti fyrir? Nei, það ekki talað það. Það hefði verið gott. Það sem hann klagar sjálfan sig. En sko, já, mér fannst, sko, ég held að Cassie kom ekki í myndinni og það finnst mér gefa rosalega mikið til kynna að hún hafi bara verið keypt burt. Skilur hvað ég meina? Já. Af því að málið hennar... En hún geti líka bara verið skítrætt, hún veit að hann kemur út eftir 3 ár, sko. Það eru 77 mál núna í gangi, sko. Opin gegn honum. Nú, ennþá. Já, ok. Öll civil málin, sko. Þú veist, persónulegu málin. Hann mun pottið tapa 1 eða 2, sko. Það er búin að tapa, það er búin að dæmi þessu human trafficking og... Já, hann fekk þessa 50 mánuði fyrir það, sko. Og það er náttúrulega brot gegn ríkinu. Og síðan það voru 100 persónuleg mál höfðu gegn honum. Og það eru 77 opin. Og hann mun pottið tapa 1 eða 2. Heldur hann borgið sér ekki út úr öllu þessu? Þetta er persónlegt. Það sé ekki gegn ríkinu. Ég horfði á gæði eins og Kevin Spacey. Sem að hann er basically gjaldtróða. Ekki alveg. Hann býr á hóteli, hann er alltaf lægi. Já, en þú veist, ég er að tala um hann er með dýrasta lögfræðiteimi í sögunni. PTT. Núna. Já. Það kemur fram í myndinni. Þetta er alveg eins og OJ. Og þú veist, hann er búinn að eyða, þú veist, þeir eru með ógeðslega há laun þessi gæðir, sko. Já. Og þú veist, hann er bara með svona all-star teimi. Þetta er bara the dream team of lawyers. Þetta mun tikka mjög hratt. Það er búið að cancela öllum samningum fyrir hann, öllum sponsorum. Það er enginn að kaupa vörunur hans. Og hann er að fara að vera í málaferlum núna, sko, næsta áratuginn. Þannig að þetta verður örugglega mjög, þú veist, þetta verður örugglega fyrir eitthvað þungur róður hjá honum, sko. Já. En mér finnst svona ekkert ósennilegt að hann muni reyna að kæra eitthvað, sko. Það lítur að geta fengið eitthvað pening út af 50 Cent. Já, samt veit ég ekki, veist. Nei, ég held ekki. 50 Cent getur bara mattsa hann, sko. Þú veist, ég held að 50 Cent, hann er mjög klókur, sko. Ég held að það er drullu sama, sko. Hann á líka bara allt og mikið af peningum. Já. Ég held að það er eitt samtalið tölvöld í þessa heimildamynd. Hann alltaf fær fullt af tekjum fyrir þessa mynd, sko. Já, hann er ekki að fara að tapa á hann, sko. Þetta er að fara að vera nummer 1 á Netflix núna alveg þangað til að allir eru búin að sjá hann, sko. Veist, þannig að ég veit ekki. Já, ég mælu með að fólk kíkja á þetta, þetta er mjög áhugavert. Við viljum að henda okkur í síðasta lið dagsins og það er topplistin. Það er topplistin góði og topplistin er auðvitað í boði Next Level Gaming. Við erum ekki alveg búin að ákveða hvort við séum að fara að taka upp í Next Level Gaming eða ekki. Hvort við nennum að færa þetta allt yfir eða hvort við... Þú er náttúrulega með fóbíu fyrir að færa eitthvað yfir. Ég nenni ekki að færa þetta allt. Ef að þetta virkar, þá er þetta bara sem við erum að gera. Nema að við kannski... Pulsupotinn. Já, þú veist, það sem ég er að spá í er hvort að við fáum einhvern meistara tökumann hérna til þess að fletta á milli kamera. Ég ætla að reyna að retta því. Ég var þá til að sitja sem kjalarir. Agalegt að sitja svona hérna. Það var bara... Já, það er búið að horfa á hliða myndina mér og þér allir tíman. Sammála því, þetta gæti verið brekka. Herru, Next Level Gaming listinn, maður. Hann er einfaldur. Við erum náttúrulega komin í jólaskap. Þannig að við ætlum að fara núna í. Og ég ætla að fá núna Halldór til þess að vera með símann sinn tilbúinn. Já. Og við ætlum að fara í topp 5 jólaleg sem kveikja jólastemmingu. Já, þú veist að þetta verður flaggað, sko. Nei, þetta verður ekki flaggað. Þetta er allt íslenskt. Já, ok. Ef við að gíska á íslensk jólulög? Nei, ok. Ég ætlaði nú bara að fara yfir lögin. Já. Ok. Og ég ætla bara að renna hrætt yfir þetta þegar við erum svona tæpur á tíma en svona gískdæmi er eiginlega ekki... Ok. Því ég er nefnilega svolítið ekki samfara hann að lista. Já. Já. En í 5. sæti er hérna Bjartir yfir Bethlehem. Sem ég finnst... Geðveikt. Já, kemur því að það í... Bilaður. Bjartir. Já, en það verður að tala um að þetta á að vera að koma þér í jólastemminguna, sko. Já. Já. Ertu bara strángtrúaður? Ég er strángtrúaður. Þetta er náttúrulega bara eitt af leiðilegri lögum sem ég hef heyrt. Þetta er bara, jólinn.
Þetta eru jólin fyrir mér. Bjartur í Bethlehem í einhverju kirkju. Já, nei takk. Já, frábært. Þetta er ömurlegt lag og þetta er í 5. sæti. Í 4. sætinu er Heimsum ból. Já, rannan banger. Þetta er aftur bara Heimsum ból. Eða Já. ekki? Geðveikt. Ég er ekki sammála þessu lista, Gunni. Það er það sem ég er að segja. Þetta er tekið eitthvað listi síðan 1950 eða eitthvað sko. Þetta er gamalt og vinsælt. Hvað er þetta? Þau ekki að heyra. Ég vil heyra að segja Heimsum ból. Þetta er geðvikt. Já, ég get alveg vera á aðfangadag að elda og tekið þetta lag. Er það ekki? Samt. Mér líður samt svolítið eins og þetta sé. Geðvikt. Herðu. Er það þriðja? Jóla húpa búpa. Næst er... Herðu, við fórum ekkert yfir það beef. Já. Hvað? Ég held að það myndi koma í Celebrity. Já. Joey Christ og húpa búpa hana. Já, ég veit ekkert það. Við ekki taka það bara í næsta þetta. Jú, þú ferð að kynna þetta núna og verður með þetta næst. Næst er hvít jól. Það verður rauð jól í ár. Já, það. Eldgós. Það verður að tala um það. Engisnur. Man þau, jú, það erum við komin í hlæri sósuna. Nú erum við komin í... Ég er alveg sammálaður. Ég er tilbúin að hlusta þetta. Brúna kartöflunar og svona skilur. Drullu ykkur inn í herbyggi, krakkar! Þið megið ekki opna pakka núna! Þetta er bara jólinn, sko. Þetta er jólinn. Og næsta lag, sem er mjög fínt lag. En það er jólinn er að koma. Jólinn er að koma. Allt er ekki bara svörtum fötum. Já, er það? Ekki smá svona... Ég held að það var bara í þessu. Kontrast í þessum lista. Já. Ég veit ekki með það lag. Þetta er frábært jólalag. Ég vill ekki þetta bara meikar ekki sens þessu lista, sko. Nei, ég vill ekki rock í jólunum. Ég held að það væri bara... Eða þú veist hvað sem þú vilt kalla þetta, pop eða whatever. Ég held bara næsta sem var að fara að koma væri þarna sem kemur bara áður en heyru fyrsta. Já. Lagi sem kemur alltaf hérna eða hlustið Nei, veitum. Jú, hérna. Þetta kemur alltaf, ef þú hlustið á messuna á aðfangadag, kl. 6, eða heyrið þarna hlustið ekki á bjölluna og hringja, svo kemur þetta lag alltaf. Það er alltaf myndi gangi. Já, þannig að kannast auðvitað lagina. Í dag er glatt í döprum hjörtum. Í dag er glatt í döprum hjörtum. Hvað er númer einhverni? Það á að gefa börnum brauð sem svekti mig því að þetta var svona góðu tröppugangur fannst mér. Það á að gefa börnum brauð. Ertu eitthvað grínast í mér? Þetta er hrikalegt. Já, jólin er að koma. Varst að taka hana lista og var bara, þetta er geggjað. Jólin er að koma, er vestalagið þarna. Þetta er vestalagið. Þetta er númer 1. Þetta er lélegt. Það á að gefa börnum brauð. Þetta er bara, jólin. Nei, þetta er ömulegt. Ég vil bara hafa svona Heimsum bólög. Já, ég meina sko, ég skil alveg þá stemmingu. Já, ég vil þá stemmingu. Það eru jólin fyrir mér. Á aðfangadag samt. En ekki, ég get ekki lustað á þetta bara 22. vera bara Heimsum, ég bara... Já. Eða þú ert að labba í kirkjugarði eða eitthvað, geðvikt. Jú, kannski í því koncept. Hvað ert að gera? Labba í kirkju? Já, fyrir að kveikja kertunum. Já, kjallar, kannski í því koncept. Ég var bara eitthvað að tala við á dánu. Já, ég vissi ekki hvað bara, herri, ég er að pæla í að taka röldástu mín hérna kirkjugarðin. Já, líka ekki það sem ég þekki eitthvað. Já. Herri, ég heldur sem algjörlega búin tæma okkur í dagsakar og fyrir að kötta þetta. Já. Skemmtilegt að vera hérna með okkur. Og þátturinn á eftir að koma inn á YouTube vonandi ef allt gekk vel. Akkurat. Ef við erum ekki flaggaðir. Út af orð og rópurði. Nei, rópurði. Rópurði? Ég var ekki að dreifa neinum rópurði. Það er að það gælar þessu vondur í kjæftinu. Já. En ég var ánægð með við styttum alltaf lögin núna. Það var fallega gert. Akkurat. Herru, segjum það. Gælar.